Góðan daginn, hérna fer í loftið umræðuþátturinn Silfrið sem við ætlum að sjá saman og til skiptis. Já, við ætlum að vera hérna á sunnudagsmorgnum í vetur klukkan 11 og meðal gesta okkar í dag nýr forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Og við byrjum á þessum dagskrárlið sem einhvern tíma var kallaður vettvangur dagsins. Já, góðu gestir, vettvangur dagsins. Hingað fáum við til okkar alls konar fólk. Við erum með stjórnmálamenn núna af nýkjörnu alþingi sem að hóf störf síðla í janúar, en við ætlum að fá til okkur líka alls konar fólk hérna og þaðan. Reynum að hafa viðfangsefnin sem fjölbreyttust og gestalistan sem breiðastan, og það verða líka viðtöl í þættinum við sérfræðinga, fræðimenn eins og var í Silfri Egils hér áður fyrr, en þetta nú kannski ekki alveg sami þáttur þó að hann heiti Silfrið. En hér eru hérna þingmenn hérna, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Hanna Katrín Friðriksdóttir, Birgitta Jónsdóttir og Brynjar Þór Níelsson. Við ætlum að byrja á máli sem kannski ekkert svo stórt, en það gýs upp alltaf aftur og aftur og komst í hámæli hérna fyrir helgina, og það áfengisfrumvarpið. Það er komið fram nýtt áfengisfrumvarp, það er áberandi að það eru ungir þingmenn sem eru að leggja þetta fram, þingmenn úr öllum flokkum nema Samfylkingu og Vinstri grænum. Kolbeinn, þið eru ekki með í þessu? Nei, það er engin þingmanna Vinstri grænna sem vildi vera með á þessu frumvarpi. Sjálfur er ég nú ekki sérstaklega hrifinn af þessu frumvarpi. Mér finnst bæði svona menn fara hansi óvarlega í ýmsar ályktanir í greinargerðinni, svo plús að mér finnst menn ekki alveg samkvæmir sjálfu sér í þessu. Ég verð nú að segja það alveg eins og er að mér finnst svona þetta mál ekki eitt af þeim stóru, og ég hef ekki rosalega sterkar skoðanir á því. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það, en ég hef þó þær skoðanir að menn verða að vera dálítið samkvæmir sjálfu sér, og í þessu frumvarpi láta menn annars vegar eins og áfengi sé bara hver önnur neysluvara. Ég bara vera við hliðina á hveitinu og hrísgrjónunum í búðum, eða það að segja sér náttúrulega, en þú ekki að keypt alltaf á sama stað. En hins vegar viðurkenna menn allskyns girðingar sem þurfi að vera. Það eru bara með aðra girðingar en það sem eru núna. Þetta má ekki selja nema milli 9 og 12 á kvöldin, og það eru allskyns reglur þetta. Þannig að í frumvarpinu sjálfu viðurkenna menn lýðheilsu sjónarmiðin sem að ríkja gagnvart áfengi. En samt einhvern veginn hafnaður leið lýðheilsu sjónarmiðinum sem að allt lýðheilsu batterið kemur með fram, og í frumvarpinu segir eitthvað á þá leið að ekki hafi verið sýnt fram á með einhverjum skýrslum að aukið aðgengi áfengi auki neyslu, sem er nú bara einfaldlega ekki alveg rétt. Þannig að þetta frumvarp ekki mjög vel úr garði gert, fyrir nú utan það að svona svo þetta ósamræmi innan þess, og eins og ég segi að svona vera einhvern veginn að stökkva á þetta mál núna í upphafi þings, finnst mér svona. Það er kannski það sem að menn velta fyrir sér, af hverju þetta einhvern veginn komið fram, þetta er ríkisstjórnin nýbyrjuð þarna, og þá er þetta mál allt í hennu komið alveg í hámæli. Já, sko, það er náttúrulega kannski fyrst og fremst, þetta er svona ákveðin þversögn að segja þetta sé lítið mál og tala svo að þessi komið í hámæli. Þetta er bara eitt af töluvert mörgum þingmannamálum sem hafa komið fram undanfarnar vikur og er bara þar í biðröðinni. Þetta verður ekki fengið þinglega meðferð en þá. Engu að síður er þetta í umræðinni vegna þess að fólk hefur áhuga á þessu. Fullt af öðrum litlum málum sem búið að leggja fram, og ég nefni nú bara sem dæmi hérna Vinstri græna Vinstri græna með þingsályktunartillögu afnám þess að það megi móðga erlenda þjóðhöfðingja. Það er líka lítið stórt mál, ég meina það er hellingur af svona málum. Þetta mál hefur komið fram oft áður, og ég er ekkert endilega sammála kollega mínu hér Kolbeini í því að það sé einhver þversögn í því að þessi leggja fram núna séu annars vegar að leggja fram einhverja breytingar í frjálsræðisáttu, hins vegar að tala einhverja girðingar. Þarna eru menn einfaldlega að reyna að sætta þessar ólíku fylkingar sem eru til staðar varðandi þetta mál og eru ástæða þess að þetta er í fjölmiðlum. Fólk hefur áhuga á þessu. Og persónulega mín skoðun svo að það að afnema ríkiseinokun á sölu sé bara orðið tímabært, og meira en það hafa verið stigin gríðarleg skref í átti breytingar þar af hálfu ríkisins í sjálfu sér. En hitt, ég er höll undir lýðheilsusjónarmiðin, þannig að ég þarf bara að fá að skoða þetta mál í rólegheitum persónulega. En skoðanakannanir hafa sýnt, held ég bara ítrekað, meirihluti þjóðarinnar er ekki hlynntur þessu.
Það held ég að sé nokkuð, en það er augljós kynslóðamunur þar á og eins og ég segi, það er ungt fólk í þinginu sem leggur þetta fram. Brynjar. Já, sko, svona mál, sko, getur þjóðaratkvæðagreiðsla, sko, rugla þetta aðeins, því að, sko, ég hef engan áhuga á því að þjóðin sé ákveða eitthvað fyrir mig. Nei. Hvort að ég megi nálgast áfengi einhvers staðar. En ég er eins og alveg sammála Hönnu, sko, ég held að vera miklu sniðugur í sjálfu sér að fara styttri leið, afnema bara ríkiseinokunina. Já. Ekki endilega í þessu skrefi vera tróðið sín í Bónus og Hagkaup. Leifum bara öllum að prófa að selja þessa vöru eins og aðra vöru. Já. En ekki að ríki hafi einokun á því. En þú meinar að öllum megi selja að ég mætti fara að selja þetta út í bara sjoppu eða eitthvað svoleiðis? Bara sérstakri áfengisverslun. Þú vilt hafa sérstakar áfengisverslanir? Já. Í umsjón einkaaðila? Já, þú afnumur einokunina. Já. En mér svo sem alveg saman þó svo inn í Bónus eða Hagkaup. En ég veit að truflar marga aðra. Já. Þannig að sé svolítið sátt bara þetta, að fara að hafa bara þetta milliskref núna og sjá svo til hvernig það gengur. Nú varst þú sko lögmaður og varst að verja menn sem voru í vandræðum og ég vissum að þú hefur orðið varið, sko, þú fullt af illa höldnum alkólistum orðið á vegi. Ég held að þeir hafi allt orðið á vegi mínu hvort sem þetta væri í ríkiseinungun eða inn í Bónus, sko. Vandamálin kannski við þetta að hafa þetta inn í verslunum væri það að við fengum okkur oftar. Já. Þeir sem eru að misnota þetta, þeir bjarga sér alltaf. Birgit, að þú hefur lagt til að það verið haldið þjóðaratkvæðagreiðslu um málið þér. Ég meni, þarf að halda þjóðaratkvæðagreiðslu svona, á ég að segja, bara tilhengaskít? Sko, ef þetta væri tilhengaskítur, að þá myndi ekki allt samfélag alltaf frá hliðina þegar þetta kemur fram. Og fólk með mjög sterkar skoðanir á þessu, rétt eins og bara með flugvöllin, það svona svipað tilfinningarót sem kemur í gang. Eðlilega líka út af því að það eru margir sem að hafa verið að glíma við alkohólisma, mjög margir sem hafa þurft að lifa við það, sem börn eða makar eða aðstandendur, þannig að það fara eðlilega miklar tilfinningar í gang hjá þeim sem að eru hræddir við þetta og þeim sem að vilja líta þetta sem svona eðlilega líka, borgaraleg réttindi. En þá þarf maður líka að spyrja sig, þetta er skilgreint sem hart vímuefni í sama flokki og amfetamín. Og þá þarf fólk líka að spyrja sig, liði mér vel með að ég geti farið út í Bónus og keypt hasskökur og amfetamín, eða þarf að vera eitthvað sem að tryggir að það sem sagt, sé eitthvað gæðaeftirlit og tryggt að ungt fólk til dæmis sé ekki kaupa þetta út, því að það hefur sýnt sig og búið í það meðan þessi Danmörku og það jókst mjög drykkja ungmenna og það er mikil ungmennadrykkja þar. Við hefum verið að ná gríðarlega miklum árangri. Þannig að ég hef unnið í frjálsum félagasamtökum eða svona verið sjálfboðaliði þar sem að var mikið aðstandandi alkohólista og þær sögur sem maður hefur séð skuggahliðina þessu eru mjög erfitt að horfa framhjá. Og þau bréf sem að maður er að fá núna frá aðstandendum. Þið eru það að verða fyrir miklum þrýstingi frá almenningi? Það að fólk er að pæla í þessu? En algjörlega jafnt. Ekkert síður frá þeim sem telja þetta fráleitt og benda á mjög sterkur rök fyrir því að all þessi dæmi sem við þekkjum misnotkun og annað slíkt. Þetta kemur frá landlækni og fleiri sem er að vinna í þessu málaflokki út frá lýðheilsusjónarmiðum. Algjörlega sammála því, en það er sama fólk sem bendir á að það er alveg hægt að stýra þessu aðgengi þó að sé aðrir aðilar en ríkið sem sinni því og það er líka hægt að benda á að það er hérna út á landi, Vínbúðin heitir það núna, þá er hún staðsett inn af litlum búðum, það er það bara vegna smæða samfélagsins svona, þetta er til staðar. Vínbúðin hefur fjölgað útibúum núna alveg gríðarlega undanfarið. Vínbúðin auglýsir, vissulega ekki áfengistegundir, hún auglýsir hvað var að mynda eftir skilríkunum, það er auglýsir. Þessi hluti, þetta er að gerast smá saman, þannig ég held að einhver millileið þarna þar sem að fólk fengi bara að sinna þessu málum, þessi ríkis einokunir eða afnumin, en það yrðu reglur, eftir svo Brynjar bendir á og menn Ég skil samt ekki af hverju er ekki tekið þá inn bara, þú veist, að ríki hætti af einokuna á tóbaki og af hverju, sem sagt, þar séu í raun og veru minni reglugerðir og skilyrðingar í kringum áfengi heldur en tóbak. Ríkið er ekki með einokun á smásölu í tóbaki? Nei, þeir eru með, sem sagt, þeir sjá það.
Já, við erum að tala um smásöluna hér. En sko, þér alvara með því að þetta að fara í þjóðaratkvæði? Mér finnst að vera ekta svona mál, og það eru margir ósammála mér, sem að sko það bæði þingið klofið, oft þvert á flokka, og þjóðin sem sagt hún reyndar mikill meirihluti þjóðarinnar vill þetta ekki, þannig að ef að þingið eins og einhver ráðherra sagði núna nýverið að stundum þarf þingið að gera eitthvað sem að er í andstöðu við meirihluta þjóðar. Mér finnst það svolítið skrítið að setja þetta upp þannig og þess vegna megi ekki setja þetta þjóðaratkvæðagreiðslu. Við höfum rætt ráðherra nefndir reyndar í því samhengi söluna á símanum sem sennilega versta dæmi sem við getum tekið. Já, nákvæmlega. Leituna að sölu ríkiseigna sem hefur verið misheppnari en hún. En heyriði hvernig við erum að tala um þetta krakkar. Það allir að samþykkja það að það þurfa að vera einhverjar sérreglur, þurfa að vera girðingar, það þurfa að vera einhver lög og svona. Það enginn sem ég heyri sem að segir áfengi bara eins og hver önnur neysluvara. Eins og mjólkin. Já, eins og mjólkin. Því að það allir sammála væntanlega að það þurfa að vera eitthvað aldurstakmark. Viljum við að 6 ára börn geti farið að keypt sér. Ef við segjum nei, þá erum við búin að segja þetta ekki eins og mjólk. Þetta ekki eins og sykraðar vörur, þetta ekki eins og toffíkrisp eða skítlis eða hvað það eins og sumir vilja vera láta. Það allir sammála það að það þurfa að gilda sérreglur áfengi. Þegar þú ert búin að samþykkja það, leiðum mér aðeins þú ert búin að samþykkja það, þá snýst þetta orðið á endanum bara það hvort að ríkið hafi enga leyfi á því að meðhöndla þetta sem hefur verið skilgreint sem fíkniefni og vímuefni eða hvort að enga aðra eiga að gera það. Og mér finnst að standa upp á þá sem vilja breyta kerfinu, að fullvissa okkur og sannfara það að það muni ekki hafa þær afleiðingar í för með sér sem að landlæknir og lýðheilsu yfirvöld spá að muni gerast og styðjast þar við gögn úr öðrum löndum. Það á ekki að vera þeirra sem vilja óbreyta ástand að sanna að eitthvað muni gerast ef þú breytir því. Heldur akkurat hinna sem vilja breyta ástandinu. Sko, menn geta alltaf sagt eitthvað svona. Þetta bara, menn geta sagt satt. Vilt þú að hver sem geti gett á því? Leiðum við aðeins að komast að. Ég ætla bara að segja þér það núna. Landlæknir segir auðvitað, hvaða landlæknir það segja? Hann auðvitað að gæta að heilsu þjóðarinnar. Auðvitað vill hann helst hafa ekkert áfengi í landinu, sko. Ég bara að segja það blasir samt við okkur, þrátt fyrir þetta, að vínbúðum hefur fjölgað hér 20% ef ekki 100% á síðustu árum. Það opnar nýtt veitingahús og vínveitingaleyfi gefið út á hverjum degi. Samt hefur drykkja ungmenna mín. Hvað ætlar landlæknir að segja við því? Þetta bara staðreynd. En ég hins vegar ekkert að mæla með því. Ég lít bara auðvitað áfengi eins og apótek. Já, það eru reglur það, hvernig menn afgreiða það. Og enga sjá það, ríkið þarf ekki að sjá þetta, Kolbeinn. Já. Þú ert alveg ótrúlega mikil ríkissinni, það svo enginn sé treyst nema einhver embættismann. Ég elsku Brynja mín, ekki fara niður á þetta plan, elsku kallinn. Þú fórst á þetta plan. Fór ég á þetta plan, ég bara segja þér það. Þú vilt ekki afnema ríkiseinum. Ég vil hlusta á þá sem að betur þekkja til lýðheilsu landsmanna en Brynja Níelsson. Þetta hefur þetta með lýðheilsu að gera, það er það sem ég er að segja, þú ert vísvitandi að snúa út úr eða skilur ekki það sem ég er að segja. Hvernig getur það haft með lýðheilsu að gera, hvort opinber starfsmaður einhver búðina eða einkaaðili? Það sem ég er að segja, en þú virðist ekki geta hlustað á, er það að við viðurkennum öll að áfengi verða að gilda sérreglur. Það eina sem við erum ekki sammála er hvaða reglur það eigi að vera. Við erum ekki að tala þetta, við erum að tala hver rekur búðina. Við erum að tala það að vímuefni, fíkniefni eins og áfengi sem hefur verið að koma inn á markaði núna, okkur myndi ekki dætt í huga að setja í hittur einhvers staðar. En við búum við það því að það er samáið menningu okkar. Eins og að við búum við þannig kerfi, sögulega, að ríkið hefur síðan það er ekki eins og Ísland sé eina landið í heiminum sem er þannig. Þetta er bara mjög víða praktísera svona. En við erum með kerfi sem virðist virka. Þeir sem vilja breyta kerfinu, þeir verða að sýna fram á það að það muni ekki hafa slæmar afleiðingar í för með sér. Það er engin kerfisbreyting hvort að Jón Jónsson eða Guðmundur rekur búðina. Þú ert náttúrulega greinilega fylgjandi því að það séu mikla geitingar, þetta sé eins og ég segi, þú segir ekki bónus eða... En í þessu frumvarpi líka verið að opna fyrir að þetta sé fara á auglýsingamarkað. Akkur má ekki vera tóbak þá? Nákvæmlega, og akkur má það ekki vera í bókum. Ég meina, mér finnst alveg ótrúlega mikil hræsni í kringum þessa tvo málaflokka. Brennivínsolýsingar náttúrulega flæða yfir okkur í gegnum netið. Ég breytti tíma frá því að það er kannski... Ég meina, persónulega, þá er mér, finnst mér, það eru mjög skipta skoðanir innan Pírata hvernig ég leysa þetta mál. Og mér finnst
einn aðalkosturinn við þjóðaratkvæðagreiðslur vera sá að þá hægt að fá fullt af upplýsingum fram á yfirborðið og fólk getur tekið upplýstar ákvarðanir. Getum við í það minnsta þegar við erum að ræða þessi mál bara farið yfir þær umsagnir sem við fáum núna inn á þingið og reynt að gera þær aðgengilegar almenningi og getum við haft nefndarfundi þetta þá bara opna fyrir almenning. Skulum fara í annað mál. Það er náttúrulega þjóðmál og ég kannski sumpar getur maður sagt að þjóð sem að getur verið að ræða svona mál í þaula er bara gæfusum. Hún á ekki við ofboðslega stór vandamál að stríða, allavega ekki miðað við það sem maður er að sjá svona út í hinni víðum veru sem það gerist í alþjóðamálum. Og mér langar bara að bera fram spurninguna, er allt í lagi að kalla forseta Bandaríkjanna fasista eða nasista? Já, mér Ég ætla að Hanna. Já, ég byrja. Já. Ég held að tiltekinn forseti Bandaríkjanna ber nú kannski fyrst og fremst sjálfu með orðum sínum og æði ábyrgð á því hvernig aðrir tala hann sko. Þannig að ég held að þessi spurning er eiginlega einhvern veginn afleiðing af einhverju öðru. Ég myndi aldrei halda því fram að undir einhverjum kringumstæðum væri það réttlætanlegt. Og mér finnst hann vera komin ansi nálægt í því sem hann gerir sko. Þannig að ég veit það ekki. Mér finnst þetta hins vegar sko við bara erum með forseta, ég má aðeins taka hann orðið, sem er kjörinn til, sko, ef maður horfir á þetta, sem virðist ekki skilja eða minnsta kosti ekki bera mikla virðingu fyrir þessari þrískiptingu vald sem að okkur vestræn lýðræðisríki eru byggð upp á. Það er að segja framkvæmdavald, löggjafavald og dómsvald. Já. Hann er með framkvæmdavaldið, hann er með löggjafavaldið með sér og hann talar að minnsta kosti þannig að hann ætlar algjörlega að gangi berhögg við úrskurð dómsvaldsins og það er bara fordæmalaust og gríðarlega hættulegt. Stjórn með Twitter. Já, og hótunum og yfirlýsingum, þannig að ég meina hann allavega daðrar við þetta, það er ekkert hægt að segja það öðruvísi, kannski eigum við að bíða og sjá hver niðurstaðan verður, nú eru þeir búin að áfrýja þessum niðurstöðum, þessa alríkisdómara er það ekki? Jú. Þannig að ég hef nú bara meira áhyggjur af ástandinu og því fordæmi sem þarna hefur verið svona byggja undir frekar en nákvæmlega einhverju orðalagi þessar tilteknu aðgerðir. Hvað segir þú, Brynjar? Er allt í lagi að Óli Björn Kárason, flokksbróðir, hann fannst þetta óviðeigandi? Já. Hvað segir þú? Ég veist það líka. Í ræðustól Alþingis. Það skiptir máli hvað þú segir í ræðustól Alþingis. Þú getur verið með vangaveltur einhverja pólitískar skoðanir manna á einhverju Facebook-síðu eða einhverju, en í ræðustól Alþingis að tala svona finnst mér auðvitað fyrir henni allar hellur. Fyrir auðvitað það missir alveg marks og eiginlega tekur þá sem tala svona bara út úr umræðinni að mínum mati. Þetta hefur nefnda sko fullt af öðrum þingmönnum víðsvegar heim, meðal í Írlandi og Kanada nota nákvæmlega sama orð sko í þá samhengi við og það er mjög mikilvægt að náttúrulega skoða þetta í samhengi. En það gerist mjög oft hér heima að fólk verður með að hengja sig í bara orðið en ekki það sem liggur á bakið eins og það hefur verið komið hér inn á. Þetta er nú samt býsna stórt orð. Þetta já sko, af hverju er þetta verra orð en að segja einhver sé kommunisti? Ég meina sumum finnst það vera alveg hræðilegt eða eitthvað annað, eða anarkisti eða sjóræningi eins og einhver þingmenn Sjálfstæðisflokksins köllu Pírata og vildu meina að við verum aðilar að einhverjum alþjóðlegum glæpasamtökum. Hver er munurinn? Sko, það að vera fasisti með skírskotun þá til fasista sem voru í Evrópu, Mussolini og Hitler og fleiri, við erum að horfa á þannig tíma, þetta eru mjög svipaðar hreyfingar, byggðar á mjög svipaðri hugmyndafræði og við erum á mjög háskalegum tímum. Þannig að það er mjög dapurlegt að við festum okkur bara í orðinu hvort að megi kalla einhver þjóðhöfðingja þetta. Ég meina, hvað eigum við að kalla forsætisráðherra eða forseta Filippseyja sem að stendur fyrir herferði að drepa fíkla? Þú veist, hvað er það? Má segja að hann sé eitthvað? Já, þetta er útúrsnúningur, Birgitta. Sko, við köllum einhverja koma og íhaldsmenn og eitthvað svona. Það er svolítið annað heldur að kalla menn fasista og rasista. Því fylgir ákveðið ofbeldi í kringum þau orð. Já, en fyrirgeðu, sko, allt það sem maður hefur séð koma frá Donald Trump og hans fylgisveinur sem hann hefur raðið kringum sig, er byggt nákvæmlega á sundrungu, rasisma, kvenfyrirlitningu, fólk sem hefur verið að berjast fyrir réttindum samkynhneigðra hafa verið með miklar áhyggjur út af einhverju sem var lekið úr Hvíta húsinu skerðingu á þeirra réttindum, fólk sem að tálmar upplýsingar. Hugsið ykkur að í Bandaríkjunum var þannig fyrir kosningar að það var gríðarlega miklu magni á gögnum loftslagsmál bjargað til annarra landa út á ótta að það skemmt
og núna hef ég fyrir því fullvissu að mikið af þessum gögnum hafi verið eyðilögt. En hvað finnst þér að gamli vinurinn Julian Assange hafi staðið í að hjálpa honum að ná kjöri? Mér finnst það náttúrulega bara mjög dapurlegt og vil vekja athygli á því enn og aftur að ég hef ekki unnið með Wikileaks síðan 2010. Þannig að, en mér finnst dapurlegt að fara inn á Wikileaks Twitter síðuna alveg eins og mér finnst dapurlegt að fara inn á Twitter síðu Donald Trump. En hefur þú áhyggjur af Donald Trump, Brynjar? Já og nei. Hann auðvitað, einhvern veginn maður sem að horfa á svona mann, hann tvítar einhverju, hann gefur öllum einhvern veginn á lúðurinn, leið og hann segir eitthvað. Ég þori ekki eiginlega að segja að ég sparkaði bara í punginn á mönnum, og þessi pólitík hendar mér mjög illa. Já. Og þó ég sé kannski ekki alveg saklaus að þessu sjálfur. Þú ekki alltaf verið friðarinn maður. Nei, ok, það kannski meiri kaltæðni, en ég myndi aldrei, mér hendar þetta ekki mjög vel. Nei. Og ég held að hann sé í raun og veru, þú ert með svona stofnæði, þú ert með dómstól og það er lýðræði, þess vegna sem illa að nota svona fasista, þar sem menn kippa auðvitað lýðræðin út. Menn geta ekki borið þetta saman. Hann auðvitað lýðræðislega kjörinn, stofnanirnir sjá alveg það, hann getur ekki gert neitt. Dómstólinni þá bara segja, þetta ekki löglegt, þingi þarf að sjá annað, þannig að þó að menn hafa einhverjum svona skoðun á manninum, þá nota maður ekki svona orðum hann. Ekki að mínu viti. Líf 100.000 manns var sett í uppnám þegar hann setti bannið á til dæmis. En mér finnst þetta mjög merkilegt að spurningin náttúrulega sem blasir kannski við okkur hérna heima og í Evrópu það bara hvernig, hvort að við þurfum að fara að hugsa einhver kerfi bara upp á nýtt, hvort að þú veist að NATO sé í hættu sem hefur verið svona hornsteinn, ég Vinstri grænir kannski ekki miklu NATO-leiðir, ég veit ekki hvort að þeir myndi beinleins fagna því að NATO leystist upp og svo hann beinleins fjandsamlegur Evrópusambandinu og við erum náttúrulega partur af Evrópusambandinu gegnum EES. Og fjölmiðlum sem náttúrulega líka hvað hann gengur hart að þeim eiginlega ræðist á fjölmiðla almennt, Já, bara hverjum þeim er mjög áhugavert hvað áhrif hann hafa þá þróun. Hver hefur undan þeim? Já, ég er ósammála Brynjari hvað það varðar að þurfa ekki að hafa áhyggjur á honum því að eitt hvað hann títar eða tístir eða hvað maður segir. Hvað er móðins að segja ungu kynslóðin í dag þetta en annað það sem hann svo gerir og hann hefur alveg sýnt að hann er óhræddur við að gera hluti sem öðrum hefði ekki dottið í huga að gera. En hvað varðar þessa umræðum að kalla erlenda þjóðhöfðingja fasista, ég nú á þessu frumvarpi sem þú myndir sér lítilega á áðan að það sé refsivert að móðga erlenda þjóðhöfðingja og mér fannst einmitt Birgit ekki verið neinn útúrsnúning hér áðan heldur benda á hluti sem við ættum kannski aðeins að skoða. Ég hef hugsað ef þú myndir lesa því gegnum umræður á Alþingi áratug eftir í tímann, þá myndir við nú finna töluvert mikið móðganir í garð erlenda þjóðhöfðingja af þessu tagi, nema það voru þá allt einhverjir þjóðhöfðingjar sem annarkvort allir voru sammála að væru drullusokkar eða voru þá, kommunistar eða voru leiðum að klára allavega eina setningu í þessum þætti að þú komir og sýnir mig fram á hversu vitlaus ég sé. En núna er þetta forseti Bandaríkjanna. Og ég held að það stuði rosalega marga sem einhvern veginn svona Bandaríkin í hugum margra er einhvern veginn skör ofar öðrum ríkjum. Þetta er forysturíki Vesturlanda. Þetta er nánasti bandamaður okkar síðan í heimsstyrjöldinni. Þetta er landið þjóðin sem er eiginlega skuldbundin til að verja okkur ef að eitthvað brjátar á. Þetta er hot og það var kannski ekki bara sjálfstæðismenn sem sögðu það komandir voru kannski á móti en þetta var sjálft grunnlagið. Já, fyrir hans mörgum og hefur verið. Og ég er ekki að gera lítið úr hlutverki Bandaríkjanna, ég er að segja fyrir mörgum er þetta sjokk að þessi tala svona þjóðhöfðingja Bandaríkjanna sem hefði ekki verið sjokk eða hefði verið talað þjóðhöfðingja einhvers austantjálsríkjanna hér í den en svo má orðið komast. Svo eru orð nú þannig að Brynja talar hvað þessi gildislaðið orð mun meira en kommi eða hvað það er Í mínum kreðsum er þetta ekkert sérstaklega gildislaðið orð. Sjónum töluðu oft helvítisfasistan sem var að þræla okkur út hér niður í lest Ég meina, þetta er náttúrulega bara gildismat hvers og eins. Þannig að mér finnst að við ættum nú frekar að stunda þannig pólitík að kalla hlutina réttum nöfnum. Frekar en að vera að hneykslast yfir okkur ef það er gert. En þurfum við, Hanna Katrín, að vera einhvern veginn viðbúin því að
að þetta vestræna kerfi bara einhvern veginn fara að molna í sundur? Sko ég veit það ekki, ég tek nú undir sko með Brynjar, ég meina þráttur allt þá erum við að horfa upp á það, kerfið heldur ennþá þarna úti eftir þessi dómur féll. Ok, en hann er bara búinn að sitja í nokkra vikur, sko, við vitum ekki hvað. Jú, og hérna, þannig að það er eitt, en á móti kemur þá að kerfið hefur líka haft smá, hérna, fengið svona smá sjokk og er væntanlega átt að sjá því að það þarf að taka á núna. Ég meina, þetta er kannski fæstir sem bjuggust við þessu, að minnsta kosti að þessum hraða, að hann kæmi þetta vel skipulaður inn í embættið. Hann er bara með menn sem eru með agenda, hann er með menn sem eru með prógram og þeir ætla að ná ákveðnum markmiðum. Já, nákvæmlega, hann er bara maður orða sinna, þeir eru að sýna það. Það er nefnilega málið, að menn þurfa að skoða til þennan Steve Bannon. Hvað hefur hann verið að segja gegnum tíðina? Við ættum nefnilega að hafa meiri áhyggjur af því að hann hefur verið skipaður í þjóðaröryggisráðið í staðinn fyrir þá sem hafa verið þar áður, eins og herforingi eða eitthvað slíkt. Og hann er, ef maður skoðar einmitt sögu hans og hans ekki bara gælur við svona öfgasamtök sem að líta svo á að hvítir menn séu ofar öllum í heiminum, að þá ætti maður að byrja að hafa miklar áhyggjur og líka þeirri staðreynd að allt staffið sem var í svona efsta laginu hjá það sem myndi vera flokkað sem utanríkisráðuneyti hér, State Department, sagði upp eða var sagt upp og fólk sem hefur enga reynslu af til dæmis hefðbundinni diplomasíu er sett þarna inn, fólk eins og Brennan og fleiri. Þannig að ég hef meiri áhyggjur af þessu, að þarna erum við komið með rosalega mikið að bara horfir á fjölmiðlafulltrúann. Hafið þið horft á þessa fundi í Hvítahúsinu þar sem hann er að tala og þessi kona sem er að tala alternative facts sem er bara falsehood blekkingar. Valfræðursannleiki. Þannig að þú veist, ég hef áhyggjur af þessu. Þessari, sko, þú veist, Sannlíki, heyrði þetta kallað. Sannlíki, en það er fjölmiðlunin eins og ég var að tala sko. Ég hef nefnilega áhyggjur af það, fyrir ekki aðeins, að því þú ert að tala sko áhrifin á okkur og hvað þið þurftum. Ég held eiginlega sko að það hríslist niður, hvernig hann einhvern veginn markvisst ræðst á fjölmiðla og það eru við almenningurinn á móti elitinu og fjölmiðlun, staðsettu fjölmiðla þar, grefur undan því, þá erum við komin í ákveðin vandræði ef að þetta fer að breiðast út. Nákvæmlega. Þannig að það er bara verið að draga undan getu fjölmiðla til að sýna fram á hlutleysi og varpa málunum staðreyndum fram þannig og leyfa síðan fólki að draga ályktanir. Þetta er stóra máli, finnst mér. Ég held að menn gleymi því, það er náttúrulega stjórnarskrá í gildi, það eru lög í gildi, menn geta ekkert gert hvað sem er. Þó menn hafa einhverja hugmyndir það að breyta NATO eða breyta einhverjum fjármunum, hvernig þeir deila með eitthvað svona. Það er þetta bara pólitík og það er líka allt í lagi. Þarf NATO alltaf að vera eins. Ég er miklu meiri áhyggjur af Evrópusambandinu heldur nokkuð tímann Bandaríkjunum hvað þetta varðar. Mér finnst eins og Evrópusambandið sé algjörlega einhvern veginn að koðna niður og ég held að sé miklu meiri breytingar í farvatni í Evrópu heldur nokkuð tímann þarna út í Bandaríkjunum. Og svo verður það sem maður kannski bara ekki kosinn til 4 ár. Þessar áhyggjur hef ég ekki af. Ég er bara auðvitað áhyggjur þegar hann er svona að djöflast í þessu fíflari í öllu sko. Og sumir geta verið sammála því bara og aðrir geta verið ósammála því. En einhvern veginn eru allir farnir að hjörunum út af þessu manni. Ekki mönnum fær bara vatn í sveitabáðunóttinu Sumir er bara styrjáldi eins og bara á tíma kúpudeilunar. Ég var aðeins og ungur til að vera því að vatna bara í en eins og þú bendir á, þá er hann alltaf búinn að sitja mjög stutt í embætti. Hann tilheyrir flokki sem er með meirihluta á þingi. Hann er að fara að skipa hæstaréttardómara. Þannig að meirihluti þar verður þegar hann er ánig eftir að skipa 3 á sínum 4 árum. Og þetta er einhverja arsisti líka sem hann var að skipa núna sko. Og þannig að þetta er ekki alveg bara þannig eins og hann sé eitthvað eiland og svo sé bara kerfið allt í kringum hann núna. Hann hefur sýnt að þetta eru svona beinu aðgerðirnar sem hann getur farið í. Það eru tilskipanirnar og það er nú eitt. Hann skuli nota það jafn mikið og hann hefur gert núna á fyrstu dögum sínum í embætti því að þær fara fram hjá öllu þessu valdöllu og svo vorum við bara að sjá, ég vakna heldur ekki í svitakófi en ég er heldur ekki bara haldandi að þetta verði
sumar og sóla því að kerfið allt muni halda. Hann að koma sér allstaðar inn í kerfið og lögum hægt að breyta. Svo ég veitti nú bara í hann sjálfan. Ég ætla að segja eitthvað. Nei, það bara svo lýðræðið sko, þú breytir bara meirihluti breytir lögum, sko. Það ekki nýtt í því. Þú getur alveg haft áhyggjur af því hvað meirihlutin að gera. Ég til dæmis áhyggjur af því hvað meirihluti Alþingis að fara að gera. Ég ætla að koma inn á 2 lítil mál hérna. Það annars vegar, hvað segið þið, eða lítil mál, það kannski stóru málin. Bara örstutt, sjómannaverkfallið, á ríkið að fara að grípa inn í þar. Það var frétt í Mogganum það að menn væru orðnir óþolumóðir innan sjálfstæðisflokksins að ríkið fara að gera eitthvað. Ég meina sjómannaverkfallið að dragast á langinn. Það mikið tjón og þetta mjög vont mál en einhvern veginn eins og ég nánast við fljótum sofandi að Feðurhúsi. Finnst þér að ríkið að grípa inn í byrjun? Ef mat manna þannig að ef menn ná ekki saman, þetta sé bara stál í stál, þá verður auðvitað löggjafald að grípa inn í einhvern tíma. Einhvern tíma? Já. Finnst þér að sá tímis fara að koma? Já, ef svo stað þannig að deiluaðilar og ríkissáttasemjari metu þannig að þeir mun ekki ná saman, hvað eigum við að gera? Eigum við bara að horfa á? Nei, ég mun ekki standa í því. Birgitta, Östur? Mjög lítið hrifin af því að ríkið sé að skipta sér að, en mér finnst líka bara mjög mikilvægt að hafa það í huga að sjómenn eru búin að vera samningalösi lengi. Þeim gert að borga alls konar gjöld á meðan að, eins og þetta olíugjald og fleira, á meðan að útgerðin raun og veru að fá mikinn hagnað út af gengi krónunnar. Þannig að ég bara, myndi mjög gjarnan vilja sjá, auðvitað ekki út af verkfalli. Nei, út af gengi krónunnar. En það þetta ákveðið þrýstingur á Þorgeiri Katrínu, ráðherrann úr þínum flokki, verið. Já. Og ég meina, og hún hefur lýst yfir og það skoðun okkar að það algjörlega fráleitt að ríki grípi inn í þessar deilur þessara tveggja aðila. Það hins vegar alveg rétt að eins og komið fram hjá formanna atvinnuveganefndar að þeir sem að sýsla með þessa sameign þjóðarinnar, þeir bera gríðarlega ábyrgð og eftir öll þessi skipti, ég man ekki síðan 2001 það ekki, sem að ríkið hefur þurft að grípa inn í þessar deilur, þá fer nú kannski að verða fullreynt að menn bara ráði við þetta, að sjá þessi mál svona og þá held ég að aðgerðir ríkisins þurfa að vera aðrar en að grípa inn í eitthvað eitt tiltekið deilumál í viðbúð, þá þarf bara að endurskoða þetta samningslíkan, ef það virkar ekki fyrir þess aðila, þá þarf bara að endurskoða það og endurskoða þetta alveg í heild. Þannig verið að sýsla með gríðarlega hagsmuni, þetta sameign þjóðarinnar, það gengur margt vel þarna, þetta þarf bara að komast í lag, en fyrst og fremst liggur ábyrgðin hjá þessum tveimur aðilum sem þarna deila. En ég tek undir það, hagsmuni þjóðarinnar eru gríðarlegir, bæði sameiginlegir og þeirra einstaklinga sem þarna hafa verið, ekki síst þeir þriðju aðilar sem að missa lífsviðurværið út af þessu. En við hljótum ennum sinn allavega að trúa því að þeir ráði við verkefni. Kolbeinn, örstutt bara. Nei, við höfum að leyfa samningsaðilum að semja og ekki að ganga á verkfallsréttinn og að leggja þjóðarsett mat á þetta. Við gerum þetta alltaf í krónum og aurum. Þetta eitthvað meira virði en leikskólakennarar í verkfalli eða sjúkraliðar eða röntgentæknar eða hvað það skiljið. Við getum ekki hugsað allt út frá krónum og aurum. Bara eitt mál sem mér langaði líka að nefna svona Östur. Það nú svona smáat líka. Ég tvö mál sem staðbundu. Við erum að koma með afstöðuna hérna. En það þetta sem að fjármálaráðherra var að segja að til þess að ná utan skattsvik og annað, þá þyrftum við bara að fara að útrýma reiðufé. Og ég veit að margir einhvern veginn voru undrandi og þeir litu kannski á þessum persónuverndarmál og allt það. Og það líka að við þurfum þá að eiga öll, erum við einhvern veginn annars bara skyldu til að eiga öll okkar viðskipti gegnum banka. Hvað finnst ykkur þetta? Mér finnst það bara galið og út af því að stærstu skattsvikin eru peningar sem flæða út úr landi ekki í reiðufé. Ég ekki að sjá fyrir mig þá. Þetta náttúrulega fólk að borga iðnaðarmönnum og sendiferðabílstjórum. Já, sjálfsögðu. En ég veit fullt af fólki sem vill nota reiðufé, ekki út af því að það er að gera eitthvað, ef allir að fara að setja stimpil á alla sem að nota reiðufé að þeir svo að gera eitthvað vafasamt. Ég veit fullt af fólk sem vill nota reiðufé bara til þess að hafa betri tilfinningu fyrir hvað er að eyða miklu og það vill ekki endilega að það viti allir hvað þeir eru að kaupa, þó þessi bara matara. Nákvæmlega, já, Brynjar. Ég get alveg verið sammála Birgittu sumt, sko. Já, og þér finnst þetta vond hugmynd? Já, sko, þetta eftir þessi tilhneiging hjá stjórnmálamönnum að reyna að laga allt með einhverjum svona inngripum. Já. Það svona að gera, samfélagið fullkomin. En þetta er náttúrulega ákveðin tilhneiging til þess að þetta er mjög sterk á Norðurlöndum, þar sem að kortanotkun mikið, að ríki bara fasa út allt reiðufé og
þá erum við kannski líka komið með það stað að við þurfum kannski að vera með eitthvað bara banka sem mjög svona neutral og einhvern veginn. Ég veit það ekki. Já, þá þurftu allavega að gera það ókeypis að nota kortin. Ókeypis að nota kortin, það er ekki alltaf verið að pilla af okkur. Það er ekki hægt að neyða þig til að nota einhverja eina aðferð til að greiða sem að tikka svo alltaf inn hjá einhverju fyrirtæki sem á kortin. Ég meina, við erum að byrja á byrjunni. Ef það á að neyða allir til að nota kort, þá erum við að gera það ókeypis, gera það þannig að þessu ekki hægt að taka gjald fyrir að nota kort. Já, við erum ekki að fara að láta alla nota kort. Mér finnst þetta alveg galin hugmynd. Klár? Kláraðu þetta. Þú er hérna 10 sekundur. Þetta er ein hugmynd sem er varpað fram sem hefur verið notuð víða sem lausn við þessu samfélagslega meini sem skattundanskot eru óneitanlega og ég held að kostnaður fólks við að nota þessi kort, hann er nú frekar lítill með þá fjármuni sem mögulega væri hægt að ná böndum á ef að þessu væri bjargað. En ég hef fullan skilning á því og það er stór hluti fólk sem er að nota reiðufé af öðrum ástæðum en þeim að koma undan. Þannig að þetta er flókið mál, þessi varpa fram að ég hef trú á þetta sé hlutalösninni en það þarf að útfæra þetta betur. Það er þetta að hafa peninga í kortanum. Ég veit það. Kortafyrirtækin eru nú ekkert að lepja dauðan úr skel, talandi um að þessi lítill kostnaður, þau standa nú ágætlega. Nei, lítill kostnaður fyrir einstaklinga. Ég segi það eru margir einstaklingar. Fyrir að vera hérna með mér 4, núna gerum við smá hlé og þá kemur Fanný Birna, samstarfskona mín með Bjarna Benediktsson forsætisráðherra.